Þá komið að janúarleiðsögn fyrir krabba. Nú svo ég innbyrði aðeins á praktísku atriðunum, þá ég að lesa fyrir stóran hópa fólki og ég get ómögulega lesið fyrir alla í einu. Það sem ég geri að ég tengi mig inn á ákveðna bylgjulengd sem að hópur ykkar einnig búin að tengja sig inn á. En aftur á móti þá eru það ekkert allir. Nú ef að þú tengir engan veginn við lesturinn fyrir þitt merki, það að segja þitt fæðingamerki, sólarmerki eins og líka kallað, þá mæli ég með því að þú kannir önnur merki úr stjörnukortinu þínu, og sérstaklega rísandi merkið eða tunglmerkið, Venusarmerkið eða þú ert sérstaklega að íhuga ástarmálinu þínu, eða einfaldlega bara eitthvað merki sem að endurtekur sig oft í stjörnukortinu þínu. Nú, það eru ákveðna atriði sem eru svolítið sveigjanleg. Það eru sérstaklega aldur, kyn, nákvæmar tímasetningar, staðsetningar, sambönd og skilgreiningar á samböndum því að þau geta verið allavega og alls konar. Ef ég nefni parsamband þá getur það verið vináttusamband eða vináttusamband og fjölskyldusamband. Það getur verið svona nokkuð hvernig sem en geta komið upp speglanir. Þar að segja ef ég tala þig og aðstæður sem þú ert í með einhverjum, þá getur verið að það sé í rauninni þveröfugt eins og ef við myndum horfa í spegil. Ef að mestmegnis lestrinum nær til þín og á við þig og þínar aðstæður, taktu þá leiðsögninni og hagræddu smáatriðum innan skynsamlegra marka. En við skulum þá dælda okkur í þetta. Já. Við skulum hafa þetta hérna svona aðeins til hliðar. Þetta vildi endilega vera með. Byrjum á því að athuga hvaða krabba við erum að lesa fyrir. Já, ok. Og fáum því næst áskoranir og uppákomur í janúar fyrir krabba. Fáum leiðsögn fyrir krabba. Niðurstöðu fyrir krabba. Og það sem krabbinn veit ekki en hefði gott að þið fá aukna innsýn inn í, vil ég að fara hér neðst í stokkinn og komum það á eftir. Krabbinn sem ég að lesa fyrir. Nú við skulum fyrst athuga það að þessi lestur, af því að það kom hér þetta spil með, vildi endilega fá að vera með. Þannig að mér finnst þessi lestur snúast fyrst og fremst hamingjuna og hvernig skal bæði öðlast hana og njóta hennar. En þessi krabbi sem ég að tala við núna, það búið að vera ýmislegt og alls konar í gangi hjá þessum krabba og í rauninu svona mörkuleyti má segja hver sigurinn að fætum öðrum. Hvort sem eru litlir persónulegir sigrar eða stórir sigrar, persónulegir, tilfinningalegir, líkamlegir, hvað varðar vinnuna, einina, hvað
hvað sem það er, þá eins og að séu svona hver sigurinn á fætur öðrum, stórir og smáir. Og þetta að færa þér mikla gleði og mikinn styrk og aukið jafnvægi þessa dagana. Og svona uppljómunar moment hægri vinstri, svona vitundarvakningar, augnablik hverjir þínir styrkleikar eru og hvernig þú vinnur að þínu eigin jafnvægi. Og mér finnst eins og þú sért verðlaunin af þessum sigurum eru svolítið þau að þú ert tilbúin til frekari átaka, frekari vinnu, af því að þú sér það að núna ertu að uppskera það vel af öllu sem þú ert búin að erfiða hingað til, að þá sérðu að erfiðin borgar sig og þú ert til í að gera meira, þú ert til í að gera betur, þú ert til í fleiri verkefni. Þannig að þú ert svolítið að undirbúa þig í svoleiðis og að sama móti felst sá undirbúningur í því að afhjúpa sig meira og meira, berskjalda sig meira og meira, plokka alltaf meira og meira utan af skilinni sem maður er búin að búa sér til í gegnum árin og áratugina. Og þú ert að gera það af svo miklum krafti og eldmóði. Það er einhvern veginn, ég finn ekki, þó þú sért að upplifa ákveðna berskjöldun og svona viðkvæmni, má segja, gagnvart því að í fyrsta lagi við erum búin að afhjúpa þetta mikið af sjálfum þér og ætla að gera meira af slíku eins. Það er berskjöldun, það er viðkvæmni í því. Þá ertu samt svo óttalaus gagnvart því. Sem er dásamlegt. Að það er eitthvað en þú hefur ekkert til að hræðast lengur þegar þú tekur alltaf meira og meira af skelinni eða brynjunni þinni niður, þegar þú kryfur sjálfa þig meira og meira, þú ert komin í gegnum óttann í rauninni. Þannig að þú ert búin að fara í gegnum mikinn sigur að því leytinu til. Nú ef við skoðum áskoruna þínar í janúar, þá vottar hér fyrir einhverju gömlum munstrum, finnst mér þá helst vera gömul munstur í þér og gamlar freistingar, eitthvað úr fortíðinni, eitthvað sem þú ert ekkert alveg búin að sleppa tökunum á, einhverju valmöguleikar sem að þú ert ekki búin að gefast upp á eða heldur ennþá eitthvað aðeins í. Málið er að þarna býr einhver ótti í að sleppa tökum á einhverju hugmynd eða einhverju tengingu, einhverju sambandi, einhverju samskiptum, einhver gamall draumur. En málið er að þessi tenging eða þessi hugmynd sem þú hefur og ástæðan fyrir þetta er í rauninni svolítið eitruð tenging, þar að leitinu til líka er að þessi ástæðan yfir og heldur í þetta er út frá eigin einmanaleika. Þessi hluti af þér sem upplifir sig einan eða tilfinningalega séð ekki mætt að einhverju leyti, hvort sem það er tilfinningalega, samskiptilega, huglægt. Sá hluti af þér sem er einmana, við höfum alltaf þessa tilfinningu ykkur staðar innra með okkur, sá hluti af þér er að halda í þessa tengingu eða þennan hlut eða hvað það nú er og hræðist að sleppa tökunum á því. Þannig er smávottur af ótta eftir í þér og það heldur aftur að þér. En þar kemur aftur á móti sterkt inn að þessi ótti eða þetta munstur, það hefur eingöngu það vald yfir okkur sem við veitum því. Þannig að ef við höldum í það
hvað heldur það í okkur. Og stundum það eina sem við getum gert að sleppa því að þetta íþyngir okkur. Þetta alltaf svona pínu eins að ganga með lóð aftan í ökklunum á okkur. Okkur miðar mun hægar áfram þegar við drögum eitthvað svona með okkur. Og þetta þessi ótti, veistu, svo tala ekki þú búin að vera á þessum óttalausa stað að afhjúpa sjálfa þig alltaf meira og meira. Á næsta misseri í janúar þá myndu reka þig einmitt á þennan ótta. Og það eitthvað sem að þú verður mjög viðkvæm fyrir. Það mun ögra þér. Þetta eitthvað sem að þar auki tel ég að þú hélst þú værir búin að ganga frá eða sleppa. Leiðsögnin þín snýr mikið að því að þú notir í rauninni alla þá kunnáttu sem að þú ert búin að öðlast. Að þegar við sjáum það með alla þessa sigra sem eru búin að fylgja þér núna síðustu misserin, þú kannt þetta, þú veist alveg hvað þú ert að gera, þú veist hvernig þú átt að heila þennan ótta eða þennan einmanaleika. Þú ert með þína snilligáfu með þér, þú ert með gíflega visku með þér. Þú hefur allt sem þú þarft og ert búin að læra svo mikið hvernig þú átt að heila sjálfa þig. Og það verður að ýta við þér að nota það fyrir þig af sömu blíðu og mildi og þú myndir gera fyrir næsta mann, sama hversu náið það er. Nota það, leiðbeina sjálfum þér á sama hátt og myndir leiðbeina einhvern sem þú þykir vænt um. Nota þessa mildi þína og viskuna þína, innsæði þitt, fyrir þig, heila sjálfan þig. Rétt eins og ef ykkur myndi leita til þín eftir leiðsögn eða umhyggju eða heilun, þá getur þú veitt sjálfum þér sömu hlýju. Og það verið að benda þér svolítið á það að nýta þér það sem þú kannt og hefur tækifæri til að nota fyrir aðra, eða hefur kannski verið að nýta fyrir aðra. Nýta það fyrir sjálfan þig líka. Nú ef við lítum á niðurstöðuna þína, þá hér sterk andleg tenging, andlegur ráðgjafi jafnvel líka. Og það þú ert að fara inn í smábombu og þá að því leytum til að þú ert að fara að rannsaka og kanna svolítið hver grunnurinn þinn liggur, grunnurinn jafnvel af þessum einmanaleika sem að þú upplifir og sækir ennþá svolítið í, grunnurinn að óttanum þínum, grunnurinn að hugmyndunum þínum, sem að jafnframt líka grunnurinn að þínum svona heitustu og einlægustu draumum hvernig þú sér fyrir lífið og líka hvernig þú sér fyrir andlega tilvist þína eigin andlegu tilvist. Þannig að það verið að fara að róta svolítið til algjörlega í grunninu þínum. Bara langt inn undir yfirborðið, algjörlega inn í innstu rót hjá þér og vera aðeins að snúa því við og umturna og róta svolítið. Og þá svo mikilvægt fyrir að hafa bæði alla þessi andlegu visku og innsæi sem þú hefur nú þegar og eins líka alla þá leiðbeinendur, hvort sem þeir eru í þessari tilvist eða annarri vít jafnvel, að hafa það sterkt með þér. Þegar þetta eitthvað sem að alveg þetta alveg í réttum farvegi hjá þér. Þetta verður svona umrót og erfitt, en það svona verið
að minna það á að þú ert algjörlega í réttum farvegi hvað þetta varðar. Þú ert á réttri leið, þannig að ekki þráast á móti og sérstaklega ekki þráast á móti leiðsögn og leiðbeinendum þínum, sama hverju þeir eru. Af því þetta allt eitthvað sem að er að færa þér nær og nær raunverulegri hamingju og gleði, svona fullkomnunar augnablikum, þar sem að þú ert sátt í þínu. Þetta svona, já, færi þig alltaf nær og nær sannri hamingju. Þú ert alveg á réttri leið með þetta, en þú þarft að hlúa svolítið að sjálfu þér og mæta sjálfu þér með mikilli mildi. Við skulum fá örlitla einsýn inn í þetta aukalega. Hér finnst mér vera að benda svolítið á samstarfi sem þú hefur átt með öðrum, og að þegar við vorum að tala svo mikla sigra hérna við panu, athugaðu sérstaklega hverju sigrarnir eru í samböndum og samskiptum og samstarfi með öðrum. Það er svolítið til vísbending hér að þú hafi kannski lært hvað vegna mest af því. Hvað var það áskorunar þínar? Þá er hér áminning að þú þarft að taka svolítið ákvörðun og stefnu hvert þú ætlar að fara, og svolítið að svona reyna að stýra ferðina svolítið sjálfur til tilbreytingar. Okkur hætti til að setja svolítið ábyrgðina bara á alheiminn og kosmósinn að senda til okkar verkefnin og senda til okkur áskoranir þegar við erum tilbúin til og hvað sem er, og senda okkur þroskan bara, en stundum þurfum að ganga eftir því. Og þá þurfum við að vera svolítið eigin verkstjórar, og það er svolítið áminning hér það þegar kemur að áskorunum þínum núna næsta leyti, að þú þarft svolítið að bretta upp ermar og vinna sjálfur eða sjálf að hlutunum, vera þinn eigin verkstjóri. Aftur samt áminning að það eru tengingar, sambönd sem að mér finnst þú vera að sækja í rauninni ekki alveg á réttum forsendum, eins og við tölum út frá gömlu munstri eða gamallri hegðun, út frá þessum einmanaleika sem býr innra með þér, að við náum aldrei að mæta hvort öðru algjörlega sönn og algjörlega heil þegar við erum að sækja í annan út frá eigin sorg. Þegar við erum að setja svolítið þá kröfu á næsta mann að heila eða græða einhverja möntuna sorg innra með okkur, í staðinn fyrir að álíta sem svo að viðkomandi sé í rauninni bara viðbót við gleðina. Það er það sem að við mætum svolítið þessar hugsun að vanheilar manneskjur þurfa að heila sig áður en þær fara í náin sambönd, bara út frá því að það getur sett svo óraunhæfar kröfur á sambandi eða samskipti. Varðandi leiðsögnina
kemur allt upp á yfirborðið fyrir ræst. Og sérstaklega þegar kemur að okkar innri vinnu, þá þurfum við að vitja þess og leyfa okkur að upplifa þessi moment þar sem að við virkilega föttum. Þegar við eigum þessi vakningar moment, vitundar vakningar moment, svona aha, eureka, og við áttum okkur á hvað það sem við höfum verið að gera, erum að gera, hvað við erum að reyta, hvað það nú er. Og í þínu tilfelli þegar við vorum hér að tala að þú myndir nota þína hæfileika, þína visku, þína hlýju gagnvart þér, að nú kannski kominn tími til að áttur að hvað það sem þú ert búin að vera að veita öðrum, hvað það sem þú ert búin að vera að rækta með þér, innra með þér. Jafnvel ástæðan fyrir að annað fólk sækir svona oft í þig fyrir einhverja hlýju, að nú fer að líða því að þú þurfir svolítið að átta þig á hvað það og hvernig þú nýtir það fyrir sjálfan þig. Ef við skoðum niðurstöðuna hérna betur, það er nú ekki fá svona mörg, ég skal taka þetta eftir. Þá þegar þú ferð inn í þessi augnablik, þessi umturnunar augnablik, þar sem verið að róta í grunninu þínum, þá áminning hér að hamra stálið meðan það heitt, að nýta tækifærið, af því við fáum ekkert alltaf, það ekki sjálfgefið að fá svona rótar moment þar sem við erum að róta eitthvað algjörlega í grunnum okkar, þannig að það áminning að hamra stálið meðan það heitt, ekki geyma þetta, ekki forðast þetta, að því okkur hættir til að flýja þessi augnablik af því þau eru erfið og við fáum alveg svitna þegar við vinnum þannig, en það svo algjörlega þess virðis. Þannig að nýttu tækifærið og eins líka leyfðu þér að leggja svolítið mikið í sölunnar, þó að það virðist kannski vera mikil vinna, þó að það virðist vera eitthvað sem gæti raskað jafnvæginu þínu í daglegu lífi. Leyfðu þér samt að hafa í þessa vinnu, af því að þú heldur alveg jafnvæginu. Það alveg séð til þess. Heimurinn passar alveg upp á að þitt daglega líf raskist ekki of, að þú náir alveg að halda jafnvægi, í skólastarfi, leik, hvað það nú heimili, þó þú sért að umturna ykkur innra með þér inn í kjarnanum þínum og inn í rótuninni, af því að þú hefur mikla visku og þú hefur mikinn kærleik og þú ert búin að læra það margt að þú getur alveg farið í gegnum það sem maður myndi teljast virkilega mikil vinna, þó þú þurfum nú aðeins að svitna fyrir því, Þetta allt saman í þessum farvegi þínum í átt að sannri hamingju. Nú til að draga þetta svona heim og saman þessa leiðsögn, þá ætla ég að draga eitt leiðbeiningaspil úr sprungulegumstokki hjá mér sem heitir Sacred Earth Oracle, það þessi hér, og ég ætla að draga eitt spil. Og það spilið Expectation, eða vænting. Og við skulum finna hér leiðbeininguna. Jarðnesk meining þessa spils að við verðum að benda þér á að
horfast í augu við þínar eigin hugmyndir varðandi aðstæður, varðandi samband eða varðandi sjálfa þig. Stuggaðu við, potaðu og pikkaðu, ögraðu þínum eigin væntingum. Ef að þetta eitthvað sem er satt, ef þetta eitthvað sem á að vera, þá mun það haldast. Vertu heiðarlegur og einlægur, ígrundaðu og úrskurðaðu það hvort að það sem þú ert nú þegar búin að samþykkja sem eitthvað sannleika sé í raun og veru að þjóna þér og þeim sem að þér þykir verulega vænt um. Það að sætta sig við að hlutirnir séu bara ókei, séu bara allt í lagi, að sætta sig fyrir minna en það sem að maður á skilið. Gerðu meiri væntingar til þín og hringsinn sem að þú ert í þitt nánasta umhverfi. Gerðu meiri væntingar. Stættu tökunum á því sem þú þekkir og búðu til rými fyrir meiri visku. Andleg meining að innblástur brýtur í gegnum væntingar eins og elding. Það kveikir í og vekur eitthvað innra með þér sem gjörbrýtur allan efa og fyllir þig að nýrri sköpunargleði. Alla daga þá ert þú skapari nýs heims og veldu það að vera skapari, sanngjarnari, innblásturs meiri og jákvæðari heims. Breyttu ásýnd, breyttu skilgreiningum, settu hærri kröfur og settu ný markmið á sjóndóldarhringiðin. Vonin býður upp á betri daga framundan. Hamingja býr til betri daga núna. Þannig já. Þá þessari leiðsögn lokið og ég vona skilaboðin rati sönn og rétt til þeirra sem þurfa á þeim að halda. Komi til með að nýtast og gagnast. Annars þá bara þakka ég kærlega fyrir mig og ég þakka fyrir áheyrnina.